Jón Bjarni, þín fyrsta keppni í töluverðan tíma? Já, 5-6 ár núna. Og já, komin á alvöru bíl, þessi bíl alveg samkeppnishæfur í aðalflokknum? Kemur ljós og eftir. Hvernig ætlar að hafa akstrinum í þessari keppni? Ég ætla bara að keyra minn hraða. Þinn hraði er nú yfirleitt mjög hraður? Já, við sjáum hvað hinn gera. Kemur ljós. En þá ekkert að taka ykkur tíma í að prófa bílinn eitthvað, það verður bara fullferð frá fyrstu selið? Já, það er minn vanni. Það er bara fullferð strax. Og önnur leiðin er ofurleið, þú farða svona að keyra leiðin einu sinni áður, ertu að hugsa um það, ætlar að keyra hraðar þar? Nei, ég er svo sem ekkert búinn að plana það neitt sko. Bara keyra mína ferð og svo sjáum við til. Hvernig verður staðan í hádeginu? Ég hugsa að ég verði fyrst bara. Það er bara sluss. Og eftir hádegi? Já, ég held ég verði bara fyrst þá líka. Gangið þér vel. Takk fyrir. Heyrðu, veistu aðeins mér að þangað? Þarna erum við að dansa. Góðir hana. Jón Bjarni, fyrsta sendið í hádeginu, það er bara eins og þú sagðir í morgun. Já, maður verður að standa það sem maður segir. Fer ekkert að ljúga okkur. Nei, ekki í dag. Og já, bara full ferð og já, kannski á köflum aðeins og hratt. Já, ég var svona full hraður á 2 stöðum. En já, heldur þú að það getur, haldið fengnum hlut núna eftir hádegi að róa það aðeins niður? Heyrðu, mér tókst það bara ágætlega núna á dröllningu þinni. Já, varst bara svipaður á Fylkir og það er allt sem þú þarft. Já, ég ætla bara, þessi leið er rosalega gróf og hún refsaði fljótt. Þannig að ég ætla bara að taka hana safe. Og já, það sér nú svolítið á bílnum eftir átök morgunsins, það ekki? Jú, það sér aðeins á honum. En það á að nota þetta. Og hvað, er eitthvað alvarlegar skemmtir, eitthvað sem geti stoppað ykkur? Ég held ekki. Boginn dempari og eitthvað svona minniháttar útlits en ég held ekki. Gangið vel eftir hádegi. Takk fyrir.
Jón Bjarni, til hamingju með fyrsta ástandi. Takk fyrir. Og já, hver var lykill að sigri í þessari keppni? Góð spurning. Svona nokkuð öruggur akstur bara og hraður. Þetta var nú ekkert mjög öruggt þarna hjá þér í morgun. Nei, það var svona smá óhapp sko. Ég fór fram með mig bara, aðeins. Og kannski aðeins að venjast nýja bílum líka? Já, aðeins að venjast nýja bílum. Hann lofa góðu. Og já, komið fullt hús í Íslandsmótinu eða úr þessari keppni. Ertu eitthvað að hugsa um það? Nei, það er ekki planið þetta árið sko. En ætlar að taka næstu keppni? Já, það mæta hans keppni. Verður þá ekki taka næstu eftir það og vinnur hana líka? Þetta var bara allt eftir að koma í ljós. Til hamingju með sigur. Takk fyrir. Ég er ekki með það staðfest en það var allavega 192 þegar ég horfði á hann. Þannig að maður áður maður kemur á djömpi þá var maður að horfa á hraðamælirinn og heldur svo áfram en þeir Jón Bjarni, fyrsta sæti til hamingju með það en tæpara gat það ekki verið. Nei, þetta er annað skipti sem við vinnum hérna á Söðugrokk með sekundu. Og já, þetta var akkurat sekunda. Ef þetta hefði verið jafnt þá hafði Baldur unnið og hann vinnuði fyrr. Já, þetta eiginlega bara réðist á nögunum. Og hvar græddir þessa sekundu? Vesturtal, held ég. Það varst fljótur að skipta gír einu sinni og þar kom sekundan. Já, sennilega. Eitthvað svo liðs. Hvernig finnst það sem dagurinn að gengið að þér? Ertu sáttur með keysluna? Já, ég er mjög sáttur. Við vorum í pínu brasi, fórum út á tvisvar og eitthvað svona, en mjög sáttur. Og já, þú mættir nú bara í aðra keppnina á þessu ári, ætlaði bara rétt að vera með, en nú leiður Íslandsmótið. Já, það var ekki svolítið vesen? Það var ekki alveg planið, sko. Þá voru að mæti í næsta rall. Ég veit, ég þarf að semja við konuna upp á nýtt. Já, þú kemur heim með bikar í haust síðan Íslandsmeistarann, hvernig hljómar það? Aldrei að vita. Og já, hvernig á þá að haga aksturinum í Rally Reykjavík, fyrst við erum búin að ákveða að þú ætlar að mæta þar? Rally Reykjavík er náttúrulega langhlaup, sko, ekki spretthlaup. Þannig að, jú, við bara tökum á því og svo bara kemur við í ljós. Gangi þér vel. Takk fyrir. Jón Bjarni, 3 daga Rally Reykjavík framundan, hvernig á að haga aksturinum? Hratt og örugt bara.
Og já, þú sýndir það nú í síðustu keppni að þú getur keyrt örugglega. Það hafa margir efast það að þú keyrir alltaf yfir þig. Þannig á ekki að keyra yfir sig í þessari keppni. Nei, ég ætla ekki að gera það. Þetta er langhlaup, ekki spretthlaup. Þetta er all. Það búið að vera mikill slagur í sumar, bara sekunduslagur. Heldur að verða svoleiðis í þessari keppni? Ég hef alveg vonað því, já. Ég vona það. Það er bara skemmtilegustu keppnir. Hvernig heldur að staðan verði í kvöld? Við verðum í topp 3. Hvar í topp 3? Ég veit það ekki. Ég er ekki að stefna á að vera fyrstur í fyrirmálið. Þannig að svona, já, kannski 3., 4. Ég er alveg sáttur. Og Baldur talaði það að hann ætlaði að vera fyrstur í kvöld. Hann þekkir Djúpavatni vel. Ætlar að leyfa honum það? Já, en ég ætla ekki að vera langt frá honum. Hvað ætlar að leyfa honum kannski 10 sekúndur þannig að það verður á eftir honum á morgun? Já, það væri bara mjög fínt ef það væri 10 sekúndur. Hvar heldur rally muni ráðast? Verður það á Heklunni á morgun eða jafnvel seinna? Ég hugsa ráðist á laugardaginn. Þetta verður ekki svona eins og síðastliðin ára. Laugardagurinn er bara svona að koma bílnum í mark. Heldur verður hörkuslagur? Ég er að vona það. Þetta verður bara sekunduslagur alla tíman. Gangi þér vel. Takk. Jón Bjarni, a 3-day rally Reykjavík ahead of us. How are you going to drive in this rally? We're going to drive fast and safe. And how do you think the standings will be tonight? We're going to be in top 3. And then go flat out tomorrow? Yeah. It's a big day tomorrow. 4 rounds of SS Hekla tomorrow. Have you studied that stage well? I know that stage quite well, yeah. Do you have a bit more experience than some of the other competitors? Maybe not as much as Sigurður Bragi, but that must help you in a rally like this? Yeah, it helps a lot. Yeah, it does. And, are you going to drive flat out from the first date or trying to preserve the car? I'm going to drive fast today, but I'm going to be safe. Good luck. Yeah, thank you. En þetta ekki tjón, er þetta ekki bara þetta sem við sjáum hér og svo eins og Jú. Sko, ég spurði bara Henning grjótinn þarna. Það ekki. Já, Jón Bjarni, úrleik bara strax á fyrstu seli. Já, bíóvindas óhefni. Hvað var það sem gerist? Við fórum á eitt stein þarna rétt í kantinu bara nánast í síðustu beigunni. Klipptum í stundu stýrstenda. Endum út á, bara náðum ekki inn á veginn aftur. Úti til hérna. En náðu þið að byrja aftur á morgun? Já, sjálfsögð. Sýna þessum köllum hvernig það var að keyra. Mætum við fyrirmálið, ekki spurning. En búin að tapa í allt of miklum tíma, þið eru ekki að fara að keppa í fyrsta seti? Nei, við náum því aldrei sko. Þetta er einhver hálftíma refsing plus. Bara taka mínútu og kílómetra sem eftir er? Já, við ætlum bara, mæta og bara, reyna okkar besta. Gangi vel á morgun. Takk fyrir. Jón, out of the rally in the first stage. Yeah. What happened? We hit a small rock and we cut the steering route and Went off the road. yeah, went off the road and that's it. Will you be able to continue tomorrow? Yeah, we'll be there tomorrow. Good luck tomorrow. Thank you.